Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín komin hún Edda Borg úr Skagafirðinum. Velkomin. Sæl, takk fyrir. Skagafirðingur? Bara hárrétt, laukrétt. Já. Og þú ert á kafi í tónlist? Jú, vissulega. Segðu mér nú aðeins, hvernig lá leiðin í tónlistina? Heyrðu, það var nú bara, ég get nú ekkert svarað því. Nú? Ég ekki alveg upp í kringum þetta. Nei. Ég byrja seint. Já. Og get nú aðeins útskýrt hversu seint með því að þegar ég fór í tónlistarskólann á Akureyri þá var ég með ungu fólki í tímum. Já. Og ég mæti einmitt í fyrsta tíman og það var eins og unga, hún næri ekki niður, lappirnar dangla svona. Já. Og svo annar, það reyndar einn þarna svona fullorðinn maður og ég svona, jæja, ég er nú ekki elst, ekki það skiptir neinu máli. Nei. Heyrðu, nei, þá var þetta bara pabbi eins nemandans. Þannig að nemandinn var það ungur og fór að koma með. Varstu þá að byrja að þitt hljóðfæranám eða hvar varstu stödd þá? Varstu fara bara að taka fyrstu skrefin í tónlistarnámi? Já, bara gjörsamlega. Ég kem bara þarna neongræn og með dæmisögum það ef maður bjóða þér. Já. Ég sem sagt kem inn í inntökuprófið. Já. Og þramma þarna inn og ætla bara að byrja og ég alveg hljóðfæra heft sko, veit ekkert hvað að gerast þannig að ég ætla bara að syngja a cappella. Lag eftir Kanye West vinn minn. Já. Og ég ætla bara að byrja og þá ég stoppuð og bara fyrirgefðu í hvaða deild ertu að sækja um. Já. Og ég horfi bara þarna, veit ekkert hvað verið að spyrja út í og þá segir hún, ertu að sækja um í rytmíska eða klassíska? Og ég segi bara, ég veit það ekki. Nei, ég ætla bara að syngja fyrir ykkur. Ég bara vissi það ekki, þannig að það er alltaf hægt að læra, sko. Því maður getur lært bæði söng í rytmískri og klassískri eða hvað. Vissulega, nú veit ég ekki neitt, sko. Já, þú ert eins og ég var. Ég bara neongræn, sko. Nákvæmlega. Nei, já, það rauninni bara, þessar tvær deildir voru þá í tónlistarskólanum hér. Já. Nú komin þriðja deildin sem heitir Skapandi tónlist. Og ertu ekki þar? Yes, vissulega, þar er ég, sko. Og þarna varst þú að koma að taka inntökupróf og læra að syngja og kunnur ekki á neinn hljóðfæri, eða hvað? En núna kanntu á hljóðfæri? Já. Ég ætla bara að hætta að segja, nei, ekkert mikið sko, ég kann bara pínu. Ég ætla bara að segja já. Ég er alltaf að reyna að æfa mig og svona. Já. Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að læra tónlist? Ég flytt hingað, Jesús, það eru komin 5 ár eða 4 ár. Og þá byrjaði ég bara. Já, þannig að þetta er bara einmitt frekar nýtilkomið. Vissulega, svona með aldur og fyrir störf. Varstu eitthvað á leið, hvað tókstu uppbeygju? Nei. Ég hef alltaf vitað að mig langar að vera í músík og sálfræði. Já. Og það var í rauninni bara hætta að hugsa og bara gera, sko. Já. En nú ertu ekkert sko eitthvað eldgömul, þú ert Nei, vissulega, ég er bara 12 ára á blaði, skilur, það er ekkert stress, sko. En þú ætlar að spila fyrir okkur í lok þáttar lag, er það frumsamið eða? Heyrðu, nei. Ég er nefnilega ákvað að því að ég er alltaf að reyna glamra á skemmtarann heima og ég ákvað að taka lag eftir tilviljunarkennt, Kanye West vinur minn, sem heitir Only One og þetta er svona hrátt lag og fallegt lag og ég ákvað bara að ég ákvað bara að velja það, frekar en eitthvað frumsamið, svona í staði fyrir að taka eitthvað frumsamið sem að ég er ekki alveg búin að tálka og pússa, sko, og lakka, svona, já. Þú ert í þessari skemmtilegu tónlistardeild, skapandi tónlist, alltaf eitthvað spennandi að gerast? Vissulega, það er alltaf eitthvað, þegar sko, í rauninni er þetta, það er í rauninni einmitt nákvæmlega svo segir, það er alltaf eitthvað, af því að brautin virkar þannig að þú velur þér verkefni. Þú velur þér þannig að það eiginlega er óhjákvæmilega skemmtilegt, það gerir ekkert lítið úr því að það getur líka verið erfitt, en það er óhjákvæmilega allavega áhugavert og þú getur valið þér bara einmitt, ég ætla að gefa út plötu, ég ætla að útsetta fyrir kór, ég ætla að vinna tónlistarmyndbandi, þú veist, hvað sem það er. Vera með sturlaða tónleika Vissulega, nákvæmlega og þannig að það er alltaf, það er alltaf einhver að gefa eitthvað út, finnst mér, og mér finnst líka rosalega fallegur eiginleiki við þessa braut að þetta er svo sterkt tengslanett. Við erum alltaf að svona
sponsa hvort annað og hérna deila þú veist á Facebook og þessi að fara að gefa út lag og þessi að mæta tónleika. Maður sér það er mikið samkrull í gangi og svo eru þau að spila á R5 ekki og Berlín og það alls konar í gangi. Já, þú sér það líka svona að því ég náttúrulega hérna inni í hringnum sko. Þannig að það er gott að það sést líka svona í bænum sko. Fallegt, gott að vera. Þú ert þarna að klára í vorið áttu ár eftir eða 2 ár, hvernig er þetta? Er þetta langt nám? Sko, þetta er sem sagt 3 ára nám þegar kemur að, þessari braut. Ég hérna reyndar, þetta er rosalega óformlegt hjá mér til þess að ég er í háskólanum líka. Já. Því ég er svo dugleg. Já, eins og íslenskar konur eru. Þannig að ég er að beita af svona aðeins meirningatökið. Þannig að ég minka aðeins í tónlistarskólanum. Já. Þannig að ég er tæknilega sé ekkert á einhverju svona dúm braut, sko. En ég er ég er á námskeiðum og er í tímum. En jú, þetta er þessi 3 ára nám. Akkurat þetta nám, sko. Þannig að brjála stuð hjá þér. Háskólanum, tónlistarskólanum og svo ætlar að flytja fyrir okkur hérna lag núna og bara kærar þakki fyrir að koma í þáttinn. Bara takk fyrir að fá mig. Gangi þér vel. Takk fyrir, sömuleiðis. Og þannig ætlum við að enda föstudagsþáttinn. Edda Borg flytur hér lag fyrir okkur. Takk fyrir að horfa. Sjáumst að viku liðinni. As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Mary, how you doing? I think the storm ran out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. Look at all that he gave you. You asked for one and you got two. You know I never left you, 'cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun, you'll keep on rising to the sky, no shortage. Hello, my only one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. Oh, the good outweighs the bad, even on the worst days. Remember I'd say, hey, hey, one day you'll be the man you always knew you could be. And if you knew